Já, lífið var bara að ganga mjög vel þangað til að einn daginn þá frétti ég að skjárinn var að byrja aftur. Þeir eru svo miklu hálfvitar í þessum þætti, sko, þeir eru algjörlega vitleysingar. Ég hata hana þótt að þau eru bara að byrja aftur. Ég held að það vera hættur, þetta tók svo langt fyrir í. Þeir eru bara að byrja aftur, þetta er svo umleið þættir. Og þau eru alltaf bara að gera grína mér í þessum þætti sem langar að byrja með hlaðvarp mitt aftur. Ég samhryggist. Ég hata það, þau eru umleið. Nei, það ekkert vetrarfrí í dag. Darri, þú ert svo horny baby! Já, takk fyrir þetta. Davíð minn aðstoðarmaður. Stór og sterkur, vítamín! Já. Vítamín, Darri! Já, ég skil það. En gott kvöld, þetta eru fréttir Skjásins laugardaginn 23. október 2000. Í kvöld er fréttir af því sem er búin að gerast undanfarna viku og mánuði ef að tími gefst til. En já, það er margt að gerast í fréttunum, ekki satt? Jú, það er mjög mikið að gerast í fréttunum. Nei, það er ekkert í fréttum. Það er mjög mikið. Þegiðu! En já, ef við ekki bara líta á eitthvað annað, við getum til dæmis lítið á þetta. Hvað segir þið um það? Amma, ef þú ert þarna, please, hringdu í mig, mér vantar hjálp. Ég er þunglyndur. Ég var læstur inn í World Class og ég kann ekki að opna hurðir þess vegna hafa síðustu dagar verið mjög erfiðir fyrir mig. Við skulum bara láta eins og fréttir síðastliðna vikur hafa ekki orðið og vegna þess að ég er svo mikið nauðgunarbarn þá vildi enginn koma í þáttinn minn nema hin eina sama móðir mín. Þú ert nöggri, þú ert barnaníkur, þú ert fókjörði og vantar sonur! Þetta er ekki gert betur! Ég veit! Kom heima hér! Nei! Af hverju græt ég alltaf svona mikið í þáttunum mínum, oh my god! Hvað með þig? Það hefur alltaf verið svo vandræðalegt fyrir gestina mína. Ég játa! Mér langar bara að gera kynlíf og leiðis. Simmi vil, kom til ykkur. Ég orði þess að mikið. Ég sakna þig á FM 957 Simmi. Sko, það er allt í lagi, ég veit ég fór að gráta í síðasta Instagram og svo ég það aftur. Mamma mín að hlæja! Nei, ég meina að gráta eftir mig. Snúpur sögur nauðgar, ég er svo mikið gleð. Hvaða spekling er þetta, mamma? Sjónvarpsefnið Smokkfiskaleikurinn er vinsælasta efni hjá Netflix. Ég er bara að horfa á þetta með konunum minni Bing-watcha þetta sko á Netflix. Þetta er alveg æðisleg. Við skulum líta á þátt eitt að gera til. Þetta er rosalega góð suður-kóreski þættir, eitthvað þannig. Lítum á þetta bara. Hvar erum við? Þetta lítur út. Ég sofnaði bara í gær og núna er ég vaknað. Af hverju erum við í grænum fötum með númerum á? Erum við í fangelsi? Ég er Darri. Heyrðu, hver er þetta? Halló, við erum velkomin í þennan dularfuglaleik. Ég ætla ekki að segja nafnið mitt, en þetta heitir ekki neitt út af ykkur ástæðum. Núna munu þið ekki lifa lengur í þunglindu og leiðilega lífinu þínu. Til dæmis þessi hér, Ólafur Ragnar Grímsson. Já, þú ert ekki að fara neitt, herra. Og líka það eru mjög mikið sem við höfum tekið eftir því að það eru mjög margir hérna sem halda með Miðflokknum.
Þannig að þeir eru ekkert að fara neitt heldur. Pírata. Og já, ekki heldur þú Mummi, einmitt. Þannig að þau munu keppa sem sagt í 6 barnaleikjum. Einn af þeim er Suður Kóreuskur út af einhver ástæðu. Og já, ef að þið vinnið þá muni vinna 1000 kall. Ok, bless. Já, ok, ég er spennt. Þessi leikur heitir 1, 2, 3, 4, 5, 5 að lim. Ef að vélmennið sér ykkur hreyfast, þá dettur þið úr leik. Ef að þið komist á endalínuna áður en að klukkan slær á 0, þá komist þið áfram í næsta leik. Og þeir eru pottþétt 456 spilarar. Æj! Næsti leikur heitir Ekki reyna að hlæja og þið vitið restina. Jóna, djöfull eru þið sein? Sein? Þetta kemur þrungin. Hvað ég er að passa sætið fyrir ykkur sko, ég þurft að setja fötin mín í sætin ykkar. Svona, bara ógeðislega dónalegt af ykkur. Herðu góða, andlitið mitt er uppi sko. Smokkfiskaleikurinn. Já, og takk fyrir að horfa á þennan trailer fyrir þennan smokkfiskaleik. Þetta voru æðislegir þættir frá Norður-Kóreu. Please horfið, þetta er æðislegt stöf. Þetta er komið á Netflix. Skjárinn Plus er að fara að gera remake. Þetta voru geggjað og takk fyrir að horfa. Bæjú. Já, það er nýja fyrir nýja. Já, ég elska þetta á hlýtt. Ég hef komið 2 upp á hliðina mína. Fucking kid. Ég held þú verður að fá í healthy body. Healthy body. Heyrðu, hvað ert þú að gera í þetta, Sveppi? Sveppi! Druglaðu, Sveppi! Sveppi! Steindi. Ég elska þín og þig. Steindi. Heyrðu, eigum ekki að skella okkur í eitt lag? Steindi, þú ert feit. Eigum ekki að skella okkur í lag? Í fett. Nýtum. Hvað er að gera þessi? Heyrðu, undir, Björn Frans, hann er algjör vissari. Hann reif koninu minni í fermingaröng. Steindi, þú ert eðlilega græður á þessu. Já, ég er alltaf græður, sko. Þú ert feitur og mjúkur. Heyrðu, þú ekki alltaf að segja eitthvað healthy Þú er alltaf innið. Gils, þú ekki alltaf að segja healthy bird. Have to take a healthy body lessons from the Gilsarinn. Right, þetta er húna. Nú setjum við eitt lag. Svo Justin Bieber. Þú ert ekkert eðlilega gráð. Hvað er á með Mygba í dag? Þú lifir í mansion. Hvað er á þér í dag, Gils? Ok, það veitum þetta hvað því dag er það fyrir. Ráka, hvað er nú húna? Mamma! Alveg bræður. Þú ert gráður hvað þú býr í mansion. Þetta kallar þú mig ekki alltaf eitthvað videogame. Þú ert videogame, þú ert feitur tölvuleik. Það verður því dag, þetta verður. Þetta verður eftir mjög blöð. Lilli, þetta er mjög mikið úr persónu hjá þér. Það er mikið. Og verið velkomin í Lilli á TikTok. Ég er núna ferður yfir á TikTok. Ég allir voru að segja Snapchat sé dottir á tísku. gera? Ég byrjar á TikTok. Wow! Allir ungu krakkarnir það því ég vil vera áhrifavaldur fyrir ungu snillingana. En það er bara gamalt fólk á Snapchat. Lilli minn, viltu ekki gera við? Hver er þetta? Þetta er Megas. Þetta er Kjarval. Kjarval, hvað finnst þér að ég hættur á Snapchat og byrjar á TikTok? Má ég eiga smá orð?
Nei. Mér langar að æfa TikTok dans. Ok. Ok, búinn. Ég ónefndur tæknimaður ætla að gera TikTok. Má ég sjá, má ég gera. Ok. En já, líka ég er með svona vlogg, eitt sem að gerast. Þannig ég var nefnilega að spá í að fara til Kaupmannahafnar í Tívolí jólin. Er það ekki góð hugmynd? Ég fættist inn í Tívolí. Akkur er þetta svona úr persónu? Ég er ekki úr persónu, þetta er ég. Hver er þú? Jæja, bói minn. Jæja, hreiður minn. Hvað ætti þið að vera hrekkjavögn einna rúf? Ég ætla að vera svona kung fu panda, svona pose, svona kung fu panda. Ég held þú misskildir hvað ég heiti. Ég er Reynir úr 7 fréttum. Hvað ætla þú að vera? Ég ætla að vera Hreiðar úr 10 fréttum. En þú, Bogi? Kjarval, það er það. Ég ætla að vera eina aðalkarakterinn úr uppáhalds anime þáttunum mínum. Þormóður. Já, hæ. Gísli Martin. Já, og þú Reynir. Nei! Ég heiti Reynir! Akkur er misskilja allir nafnið mig! Þú ert rekinn! Þú þurfir að koma aftur og vera auðvitað. Ég hati ykkur! Þormóður. Síðan hópar að taka þáttina með að dagskrá bara því ég sýndi að slippa. Já, hérna er ég komin með formenn flokkana. Ég er yfirmaður kjördæmanna. Ég kalla ég. Forsætisráðherra Þórhildur Sunna. Gleymdu að gera þetta karakter. Sigmundur Davíð og mér í flokknum. Og þið ættu sem sagt að kæra mig út af því að það er ekki nóg mikið. Já. Ég held að miðflokkurinn hefði átt að Já, þú taldir ekki Þú líka að kæra mig til úrslitana. Já, hún ætlar að gera það. Þannig að ég finnst að þið hefði telja fleiri en mig, eitthvað. Já, mér finnst að það er líka að telja öll atkvæðin. Ekki 90%. Svo. Ég ætla bara að kæra ykkur tilbaka þegar ég einu við mig. Aðkvæðin þessi ekki erfitt að pæla í bakveg. Ég ætla að kæra þig. Þið verður að fara í fólk. Þið verður að hreyfa þig. Nei, þú veit ekki hvað þú ert sjálfstæðið fólkváni. Það er farfóðið. Burða! Brennumann! Já, jörðin reyðast. Hægt að lemja mig. Við ætlum að henda þig til afa. Ég er sérfræðingur á sunnan. Já, við veitum allir kattarinn er bara söguvandingur. Djöðlega þetta sexy. Ólafur, við veitum að Olsen er eitthvað þessi það. Ok, já, B. Ég er búinn að halda þessu mjög lendi. Hvað er að gera? Ég kann ekkert Olsen. Hvað breytir því? Nei, það er bara að segja það. Tvistur. Þetta sagt það. Síminn á hringja. Það er eitt morð. Eitt morð. Við þurfum að drífa okkur. Sem eitt hafið Olsen, bitches. Hafið sem fattað. Hafið fattað. Það kemur bara morð í þessum fyrsti á hverju hausti og 30 ára fresti. Það tekið eftir. Þú ert bara sögum. Það er alltaf kvöld. Það er alltaf á sama tíma rúsinu spennandi glæpaseríu. Eru konur til? Nei. Það stendur á þessu. Oh my god! Ég er sérfræðingur á sunnan. Það hefur ykkur batnað Maður sér ekki venjulega svona gírafá á þessu. Það hefur ykkur batnað einhvern dreipinu, krakka. Eiturlíf. Má ég sjá? Þú ert flett þetta, Ólafur. Ég ætla bara aðeins að fá mér að prófa. Ólafur. Ég er sérfræðingur á sunnan. Það er alltaf púls. Ég er miklu meira en lögur. Það er alltaf púls. Við getum bjargað honum. Eða henni. Snertu. Ég veit, Ólafur, ég veit alveg hvað það er samt. Þetta er í sérsta heimskuð. Þetta eru nammifrekk. Það er hádegisfrekkur í Hann er búinn að sprauta frekkuna sína með sykri. Það er máltíð í kvöld, strákar. En veit, þetta gerir ekkert. Ég tek með þið, strákar.
Ólafur Darri, ég verð því meira að segja að þetta var síðasta ófærsserían, þú ert rekinn. Mundu mig! Krakkar sem er að horfa, ég ætla að sýna ykkur hvernig maður fara í skimun. Maður hefur spýtu, búm og svo Ég er Þórólfur. Þú ert að gera svolítið vitlaust. Fyrst að þú opnar svona, þetta er svona SARS-bóna COVID. Opnar það, stingur hérna og lengst upp í goggið. Víðir. Hann er öfugt í símanum. Svona. Þú veit ekki nógu hvað reyður það. Æja, síðan þá bara býður og skuttar hérna. Og sér fyrir maður. Fuck this! Mummi, þú ert eftir að vita hvort sem er COVID, Mummi, þú ert jákvæður. Nei, Mummi, þú ert að fara í einangrum. Mummi, þú ert að fara í einangrum. Þú ert með COVID. Nei. Jú. Jæja, þá er farið að hausta og þá er farið að leita að öllum alþingismönnunum og réttunum, alþingisfundunum. Já, þeir hérna koma aftur úr sumarfrí, þeir voru upp á fjalli og hérna er öllum þingmönnum smalað aftur og þingmönnum þau eru smalað í hólf eftir flokkum. Það er mismunandi eftir því hvernig þannig gengur fyrir sig, eins og til dæmis þá misti miðflokkurinn, allmargar kindur og einungis með 3 á bænum miðflokkurinn. Eins og það bætti Framsókn með sig ýmsan, en kindurnar frá Ábyrgri framtíð, sósíalistaflokknum og frjálslynda lýðræðisflokkurinn rötuðu ekki heim þrátt fyrir mikla leit. En þetta er árlegur vettvangur á hverju hausti sem skoðað er hvort að allir þingmennir komi ekki heim og þetta er svokallaður réttardagur eða þingsetning eins og sumir vilja kalla hann. Þetta er skemmtilegur dagur og bara gaman að fylgjast með hann og svona, bara alltaf gaman ekki. Góðan daginn, ég er Davíðsson. Já, Guðni á Forseti Íslands. Ég hefði þetta vinna í forsetakosningunum 2016. En já, ég er reistur á Borgarmessin, svo heiti Davíðsson og ég ætla að fá konu minnina Elísa Lítz. Hæ, þetta er Rita Píta og ég ætla að býta þig í pípunum þín. Já, ég man ekki eftir henni. En mér langar bara að byrja á því að spyrja fyrir hönd MBL, hvað er sönn ást? Nú, sönn ást er það sem vistu hvað Guðni, ég er bara... Ég held að sönn ást sé þegar einhver borðar afgangana því... Vel mælt Guðni, sönn ást er það þegar einhver borðar afgangana því... Nei. Hvað? Sönn ást er eins og Guðni. Já, hann er svo mikil péturskinka. Ég held ég sleppi þessu, þetta var ekki alveg nóg. Hann er svo sterkur maður í fiski. Elísa, ég sleppi þessu, þetta var ekki nóg gott hjá þér. En næsta spurningi er, hvernig er að búa á Bessastöðum í dag? Já, þú ert nú svona mikið meir sko. Ég er orðinn þreyttur og líka að hafa hann hatta það í bumbunum minni sko. En hvernig er að búa á Bessastöðum í dag? Þetta klæða mig í alls að skrifa fyrir. Hvernig er að búa á Bessastöðum í dag? Bessastöðum? Það er þessi ísbjörn. Ég var að spyrja Guðna. Ég er líka hérna, helvítið þitt. Að búa á Bessastöðum er brandlumsfrí. Sko Elísa, þú átt ekkert að vera með þessu viðtali. Þú ert bara að horfa á. Þú ert að vera að horfa. Sko Guðni, við verðum að gera eitthvað með hann ísbjörn. Svo Elísa, þú átt ekki að taka þátt í þessu viðtali. Þessi ísbjörn er að taka ómikið pláss. Elísa, konur eru ekki til. Kveðja MBL. Davíð Oddsson er betri en kettling. Ég er til! Konur eru ekki til. Konur eru ekki til. Kveðja MBL. Elísa. Konur eru ekki menn. Konur eru ekki til. Elísa, gerðu þetta líka eitthvað okkar. Viltu hætta að gera þetta? Eru konur til? Lilli, þú verður að sprengja. Nei, þetta er húsdýragarður. Það er 1000 börn og 1000 dýr. Lilli, þetta er ekki húsdýragarðurinn. Þetta er samstæða illmennisins. Þetta er húsdýragarður. Milljónir muni deyja ef þú sprengir ekki.
Jú, nei, það er allir að voru til. Lilli, þú verður. Nei, ég meina ekki sprengja. Lilli, ef þú gerir þetta ekki. Lilli. Það var að hringja mig. Lilli. Já, halló, þetta er mamma mín. Ó, hæ mamma. Já, hæ, þú verður að koma heim fyrir kvöldmat. Ok, já, ég hef eiginlega ekki alveg tíma það. Það er fólk að segja að ég þarf að sprengja húsið þetta. Ég heyrði í einhverjum öðrum manni. Er þetta fyrir vinnu þín? Nei, það er ekki. Þetta er Lilli, þú hefur ekki tíma fyrir þetta. Það er svo mikið ljúku þín. Ok, bless húsið ykkur. Æ, Lilli mín, ég er að gráta. Já. Áfram, ha? Áfram. Já. Ég verði að veikina að þetta er ekkert sérlega góður fótboltamenn. Hvað, heldurðu að mun ekkert komast til landsliðið? Nei, mun ekki komast til landsliðið. Hvað heldur það? Enginn er að nauðga neitt, sko. Það er bara helst skilur til að koma til landsliðið það, sko. Það er alveg umræðið fólk. Enginn er að koma til landsliðið. Þessi börn. Bara landsliðið verður bara tómt eftir svona 20 ár, sko. Enginn. Það er meður. Bónus. Grísinn. Verslið. Bónusgrísinn, hann er bestur. Krónan, það er sko verstur. Bónus, verslið. Spilling. Grís. Þrælahald! Já, núna þegar nafnið Ármúli er í lyft, þá vildi ég að byrja að neyfa öðru svona hvað finnst ykkur að leika við þér? Já, samþykkt bara. Hverfisgata? Já, samþykkt. Haraldargata? Samþykkt. Út af krakki? Bara. Já, þetta er bara særi mig. Ég sting upp á Heimsenda. Ég sting upp á Asparfelli. Já, Asparfell. Já, þessi var góður. Já, og síðasta er Miklubraut. Já, Og líka eitt við bara þjóðvegur 1. Já, hvað bara við samþykjum bara öll göturnar á Íslandi, það er ekki bara fyrir. Já, samþykjum. Já, ég er einhver stúttur, ég er nú svona nefnina Heimsendi. Já, gott. Það nefna mína Eurofell 8. Ég ætla að nefna mína þjóðvegur 1,4. En hvað með karlkyns og kvenmannsnafni? Hvað bara enga reglu þau, bara svo blæð? Já. Engin regla. Nei, engin nákvæmlega. En já, næsta nafni get ekki bara... Jú. Epli. Hvað með epli? Nei. Við höfum að skrýta nöfn. Ég var meira að spá í Langifjörður. Já. Já, það var samlis. Obama! Já, hérna erum við komin með eftir margvíslega tilhörðu þegar loksins komum með fyrirvændi Bandaríkjaforseta Donald Jr. Trump í viðtal en hann ekki búið til sinn eigin samfélagsmiðl Truth Social. Trump af hverju ákveðið að búa til þinn eigin samfélagsmiðl? Það er ógeðslega frábært. Ég kann að tala íslensku núna. Já, ég veit. Ég er búinn að æfa karate í Fússamari. Núna hafa mjög margir samfélagsmiðlar bannað þér eins og Facebook og Twitter og Instagram og Snapchat og Vissir þú að ég followa Simma Will á Facebook? Já, en hvað finnst þér Hann er ógeðslega frábær. Samfélagsmiðlar Ég er að segja ykkur það, hann er ógeðslega Hvað finnst frábær. þér að allir samfélagsmiðlar að blokka þig á netinu? Ég veit það ekki. Nei. Ég ætla að kenna Obama þetta. Nei, ég meina Obama, en þess að það hvernig ég segi það greinilega. Hvað er búin að gerast eftir að Joe Biden fór í Hvíta húsið? Hvað ertu ennþá í baráttu við Joe eða ertu farin að láta hann í friði? Joe Biden, hann er þessi gæi sem ég myndi nauðga í ísbílnum mínum, sko. Hann er ekki góður náungi, hann er of gamall, alveg svo ég. Nema ég veit betur. Holy shit, ég náði næstu því að opna augum mín í fyrsta skiptið. Guð minn góður, sástu þetta? Já, en fréttir segja að þú ætlar að banna Gretu Thunberg að koma inn. Já, hún er algjör tík. Ég ætla bara að segja ykkur það. Hún er ekki í alvörunni kvenhundur, en hún er það tík á þennan dónalega hátt, skiljið. Er það ekki frekar óviðjandi að svona hátturstur maður sem þú ert að segja Hún er ógeðsleg sænsk kjötbolla með píku. Já, Donald Trump, takk fyrir komuna, bara
Já, takk fyrir komuna og bara ég vona að enginn mun fara á nýja samfélagsmiðlum. Takk fyrir mig og ég mun drepa þig ef þú segir þetta aftur. Komið sæl og verið velkomin í vikunum á Gíslamartinni. Rosalega skemmtileg í dag. Hérna erum við einmitt komin með svona 3 kettlingar og hvað maður segja, það er bleikur október, það er uppáhaldsmánuður minn og bleiki föstudagur er uppáhaldsdagur minn á árinu vegna þess að þá fæ allar konur að vera að bera ofan því að ég elska brjóst. Ég elska brjóst og ég ætla líka að fara að flytja, ég er núna að fara að hætta að vinna RÚV. Ég er að fara að vinna í Skylakún því það er einu staðurinn sem má vera að bera ofan og já, og hérna, og við ætlum einmitt og þessi konu, þau var einmitt bera ofan þannig að það verður annar klámið í boði RÚV á sama árinu, það er rosalegt. En svo, hérna er komið Lilju Ólafsdóttir, hvað vinnur þetta? Hvað vinnur þú, Lilja? Ég vinn í ísbúð. Já, það er bara mjög flott. En þú, hvað sagði ég kvennast meikasöp, ég vil vera kvennast meikasöp. Já, ég heiti Arna Vilborg og ég er helsti kvennlistmálari nútímans á Íslandi. Eru þið ekki svona píratar? Nei, ég er sjálfstæðiskonur. En ég langar bara að spyrja, vil ég ekki bara bera ofan núna í dag? Já. Nei, ég held að flýðin uppbúð sé mikilvægt og ég held að ekki bara allir að vera naknir í dag. Ef þú getur verið bera ofan eftir því. Ég er að hugsa að við erum að fara úr þættinum bara. Jú. Nefnilega, dóttir mín var að hringja og hún er föst á Akureyri. Sko, þetta er bullshit, ég er hættur. Líka úr buxum líka. Nei. Heimsækja mig í ísbúð Huppu í Kringlunni. Vinsalegt takið þáttinn úr hlýðinni minn, ég er karlmaður, þið er bara kona. Erum við að halda áfram þættinum? Þetta er ekki svona píra. Við erum ekki konur. Við erum menn. Eru konur til... Nei, við erum búin að gera þetta í þessum hætti. Komið sæl og verið velkomin í Píratapodcasti, ég heiti Þórhildur Sunna. Já, hæ, ég heiti Helgi Hrafn, ég glemdi nafninu mínu í smástund, afsakið mig. Ég er Jón Örn og okkur finnst í Píratum að sjálfstæðismenn og Miðflokksmenn eru aumingjar. Já. Og þú gerir Levi. Já, við langaði að ræða nýja tölvuleikinn sem við erum búið til. Já, Píratar-leikinn. Já. Bú! Þú ert Píratar. Já, ég glemdi því. Já, en í þessum tölvuleiki, þá Ég er má með maður heilaskaða. þá má maður reyna að lifa af sjálfstæðiseyjunni og meðan maður reynir að drepa Bjarna Ben. Já, og maður þarf að reyna að fá Var einhver að segja Bjarni Ben? Og í lokaborðinu þá þarf maður að reyna að fá nýju stjórnarskrána í gegnum Alþingi þrátt fyrir að Miðflokksmenn og sjálfstæðismenn setja gildru fyrir Pírata. Nákvæmlega, þetta er stórspennandi leikur. Mér held að allir stjórnmálamenn ættu að prófa, sérstaklega sjálfstæðismenn. Og Miðflokksmenn. Hver er fleiri göttur aftur? Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn. Við höfum alla nema okkur sjálfa. Já, nákvæmlega, við erum alltaf mjög sjálfselsk. Hvað með ábyrg fortíð? Það eru líka ábyrg framtíð, eða ekki? Já, þau eru fábjörnar, sko. Það var ábyrg fortíð. Einu sem við getum unnið með Samfylkingin og þetta er svo sexy. Af hverju varst þú að vinna með Loga? Af því hann er svo sexy, ég var að segja það. Ég er eiginlega formaður flokksins, ég heiti Jón Örn og af hverju? Mér er alveg sama, hann er mjög sexy. Hann er sköllóttur. Já, ok, hann er samt sexy. Ert þú með fordóma gagnvart sköllóttu fólki? Já, reyndar. Ég er hommi og... Það er eitthvað að þér. Þú ert ekki hommi, Helgi það, þú ert ekki hommi, við erum gift. Heyrðu, afsakið, ekki segja svona í kringum Jón Örn, hann hefur fordóma á þetta. Já. Ok, eigum ekki bara að enda Pírata-podcast í dag? Logi Einarsson. Halló, ég er tölvuleikjanörd. Bú á leikinn ykkar, bú! Hvað er þetta, Inga Sæland eða? Já, takk fyrir að hlusta á Pírata-podcast. Ég heiti Jón og ég er tölvuleikjanörd. Já, við erum hérna við Hvassaleitisbrúnina en hérna var að koma stærsta umferðarslys Íslandssögunnar. Halló, hvað er í gangi? Við erum hættur Guðmundur Felixson mjög hættur. Já, þannig að það er svo sem í gangi að fólk er að afsega hendur af aumingja manni út þegar Guðmundur Felix starf þær. Þetta er áhugavert dæmi um hvað heimskir Íslendingar geta verið í dag. Velkomin í Eldhúsið hans Kölska, íslenska útgáfan að Hell's Kitchen. Í dag mun ég, Haukur, kíkja hingað. Ég
Hvað er að gera? Þú háfður maður! Nei, ég er að skoða staflú. Líktu! Áramjöl! Haukur, ekki. Með svona pínu svo sögja flýtum. Nei! Og svo þurfum við að gera það. Þetta verður súrra. Ok, ég ætla að gera svona súrdegsbrauð á samlokugrilli. Geyma þetta svona í kortið 20 mínútur. Þú hefur bara 5 mínútur fyrir réttinn. Góð. Svona heitt. Ég ætla að smá sýra á þetta. Ég er bara einn besti, þetta er gúrmi. Svona. Jæja, Haukur minn, ég held nú að ég hefur með langbæstu réttin, ég er réttastöðum þetta. Sem gefur sér einhvern frá. Já, ég hlakka ekki til að hlakka. Er þetta gott? Nei, þetta er ógumlóð. Ó, núna hef ég ekki til þess að runga mig. Hvað færi þetta í ykkur frá 1 upp í 10? 0. 0 er ekki möguleiki, alltaf lagi. Hvað er næsta? Hvað er þetta, Dóra? Dóra, hvað er þetta? Mér veit að þú ert að elska réttinum. Bú! Núna hef ég ekki til þess að runga mig. Ég fer að því. Frá hvað er þetta í skalum frá 1 upp í 10? 2. 2, það var síðasti og besti rétturinn. Þetta er grillað súrdegsbrauð með svona sírópi. Þetta get ég runga mig. Þetta verður gourmet. Það fekk mér alltaf við að borða þegar ég var í fríi í Mexíkó árið 1985. Þetta er bara ói barasta, er það ekki? Er þetta ekki ói barasta? Þegið Dóra, þetta lítur ógíslegt. Jæja, hvað fær þetta? Þetta er ekki ógíslegt, Dóra. Hvað fær þetta? 3. Ég vann! Ég er eldhúsameistarinn. Eins og þið sjáu öll, þá er ég með langbesta réttin. Haukur, viltu gera þátt eða viltu bara hætta? Ég hætti. Hvernig ertu út í dag? Núna hef ég ekki til þess að runga mig fyrir í kvöld. Þetta sem þið sjáið hér er vídeó af kindum. Núna erum við komin hérna í dómsalinn í réttarsölunum og við erum hérna að fara að dæma yfir Gústa Junior. Ég vil ekki lifa lengur. Við ætlum að vera live núna á Twitch núna til að sýna þetta. Ok, Af hverju er ég gæl? við erum núna live á Twitch til að fylgjast með réttarhaldanum. Ég er dómarkar hér í kvöld, ég heiti Július. Það er dómna. Ég heiti Logan Paul á Íslandi, hún sagði að við gerðum kúra. Hér höfum við Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Píratar eru Formann Pírata. Kafti Pírata. Þegja. Svo höfum við Gústa Junior sem er gæludýr. Gústa B. eins og þekktur. Fullu nafni Ágúst Brjánsson. Rétt. Þannig að ég ætla að byrja á Ágústi. Erna, hvað er eiginlega, hver er rök þín fyrir að geta átt refkjölu? Það má í dýr í Íslandi því að Logan Paul sagði að vera geðið kúla dóp. Logan Paul kemur svo ekkert við. Hann er svo sem eitthvað 16 milljónir subscribers á YouTube. Þú vissir það? Ég er bara furry. Svo það er ekki kúla eiga ég því að ég mun vera 1 milljónir. Herra, þetta er mjög augljóslega Sölvi Tryggvason Og krakkar Sölvi Tryggvason í bæ í Úlfagrímum. góða hirðina. Sölvi Junior er Þessi besta koma við mig, helvítið þitt. Píratar er dópflokkur. Nákvæmlega, Kjósið það. Dópflokkur. Herra, og hver Við spilum sko Sonic the Hedgehog. Öllum er sama. Það eru 8000 að horfa, það er dóp. Herra, sko það er mjög augljóslega ólöglegt að eiga ref á Íslandi. Nei. Þannig að Píratar sögðu það væri ekki ólöglegt. Ég treysti þeim. Það má ekki Nákvæmlega. Nákvæmlega. veistu hvað, Já, klart! Þannig ertu þú bara sjálfstæðisöflin í einum stórum dómara. Hvað ertu? Ertu sjálfstæðisöflin? Þetta er nógu Eða ertu dómari? Hún er nógu gott saman að tryggva ég bara.
passa Gústa, vissir þið það? Ég er farin að hengja mig. Gústi, Nennis ekki. hvað er í gangi? Nei, Gústi. Blessaumur. Nei, Gústi. Ándjóks, ekki hengja þig. Það er gott fyrir þig. Hver ert þú? Þormóður. Hver ert þú? Darri, ferð í burtu fyrir maður, þú ert núna bara rúf, hættu þessu ekki hann. En já, fleira er það ekki í fréttum. Kom ég undir DFT? Fleira er ekki í fréttum í kvöld, njóta helgar sem bestu getið og við sjáumst aftur í næstu viku hrekkja viku helgina. Góða nótt. Og í Horfðu rúf. Mimmi, þú ert svona barnaberð, ekki? Þú varst það í fyrir þig. Hvað ertu að tala um? Þú varst svona barnaberð, fyrir þig. Þú varst Nei, það í. hættu þessu. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame suave, bésame otra vez suave. Que yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez suave. Besa, besa suave, bésame un poquito suave. Besa, besa, besa suave. Bésame otro ratito cuando tú me besas. Me siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente.